En næst ætlum við að færa okkur yfir í heimspekingin og skáldið Gunnar Dal. Hann án efa einn okkar afkastamesti rithöfundur, en hann hefur á langri ævi sent frá sér á 7. tug rita. Hann var 85 ára á þessu ári og af því tilefni kemur nú út safn ljóðabóka hans, alls 15 bækur, ásamt 16. bókinni sem kemur fyrst út í þessu ljóðasafni. Jóhanna fór og hitti Gunnar og ræddi við hann rauða þráðinn í verkum hans, sjálft lífsundrið eins og hann kallar það. Hann fjallar líka ástandi í samfélaginu, hvað hann telji að sé framundan og hvað gerist ef við förum yfir það sem Gunnar kallar landamæri hins ríka manns. Já, komin hátt á níræðisaldurinn Gunnar enn að og í fullu fjöri og hann hikar ekki við svarið þegar ég spyr hann hverju hann þakki þetta mikla starfsþrek. Ég þakka þetta nú aðalega léti, ég hef alltaf verið blóðlatur, sko. Menn sem nefndi ekki að vinna, þeir fóru að yrkja. Og að því þið nefndi aldrei að byrja að vinna, þá höfður að halda áfram að yrkja. Ekkert nema léti. Þú ert ekki hættur að yrkja, það? Ég held að það ekki nú varla að nefna það. En ljóðið leitar alltaf á mann, sko. Það er hálfgerð plága. Að maður kannski vaknar og þá komin með hálft kvæði og svo verður maður að klára það þegar maður að fara í sokkana. Ég meina, ég er að reyna að losna við það. Af því að ég tel mig ekki vera lengur á þeim aldri að gera hlutinu nógu vel, sko. Já, það eru hvorki meira en ég minna en 59 ár síðan að fyrsta ljóðabók Gunnars kom út. En fyrsta ljóðið samdi hann enn fyrr. En elsta ljóðið það var oft þegar ég var í MR í stríðinu, held ég, 1943 eða. Fyrsta ljóðabókin sem Gunnar sendi frá sér árið 1949 heitir Vera og héldu þá margir að þarna ætti Gunnar við konuna Veru, en það var öðru nær. Já, ég var við það að allir fóru að spyrja mig hver maður þetta væri, sem ég væri svona skotin í. Og ég held að það hafi verið mjög óalgengt að menn legðu þá merkingu í orðið vera sem að er núna orðin sjálfsögð og almenn, vera í merkingunni tilvera. Það er að segja bara lífið, lífsundrið og tilveran, það er mín vera. Og alla þína tíð hefur þetta verið þér með hugleikið, okkar vitund hér tilvist mannsins? Það hefur alltaf fundist þetta geysilegt undur og miklu meira eitthvað, sko, það er eitthvað sem var mikil hluta manni sjálfum, sko. Ég uppgötvaði það snemma að mín kannski aðal gleði í lífinu, jæja, það er nú verið samkeppni við margt, en ein aðal gleði mín í lífinu, það var svokölluð skilningsgleði. Gleðin yfir því að skilja allt í einu, það sem maður hafði ekki skilið áður. Hefur þið fengið svörin og spurningu tilvist okkar? Ótrúlega mikið. Sko, kurteis svar var nei, eins og allir segja, það er ekki rétt. Við eigum bara dágóð svör við stórum spurningum, ef að menn nenna að bera réttur. En Gunnar, sko, ljóðabókin sem kemur núna fyrst út hér í þessu stóra ljóðasafni, síðasta bókin sem þú ert að gefa út núna og hefur ekki komið út fyrr, hún ber nafnið Það er þú. Já. Og nafnið á þessu stóra ljóðasafni er síðan Vera, sem er fyrsta bókin, og Það er þú, sem er núna síðasta bókin. Ég þakka þér. Ert þú að loka þessum hring í rauninni? Er þetta eitthvað hringur sem þú ert að loka núna í þessum ljóðum þínum? Já, þetta er lokaður hringur, en leið gamalt ævafornt svar, svona 3500 ára gamalt svar við lífsgátunni. Og svarið er bara hérna á forsíðu þessara ljóðasafns? Þetta var loka niðurstaða, austrænnar heimsbyggi, á spurningunum hvað er þessi tilveru okkar, hvað er þessi alheimur, hvað er þessi vitund, hvað er þetta allt saman. Og svarið við tilveru okkar er einmitt að finna í titli þessa ljóðasafns. Það ert þú, sem sagt, lífsundrið, sjálft lífsundrið, það er allt í þér.
Þetta er ótrúlega einhvern veginn einfalt svar þegar þetta er komið fram með þessum hætti. Já, þó þú vitir það ekki, þá þarna sjálfur Guð almáttugur sem hefur skilið eftir mynd af sjálfum sér í þínu innsta eðli. Þó þú vitir aldrei af honum, þá getur hann aldrei yfirgefið þig. Já, tilvist okkar er þér svona huglegginn og við lifum á svona mjög örlagaríkum tímum í dag. Já. En ef þú horfir á stóru myndina, því þú ert alltaf að hugsa svona heimspekilega og svona stóru mynd allra hluta. Já. Hvers vegna er þetta að koma fyrir í dag? Er þetta að horfa á þetta með einhverjum þeim hætti? Ég held bara að þetta er bara afglöp einhverja manna. Þetta er afglöp. Ekkert af þessu þurft að gera. En þú talar oft græðgina, hégómagindina, þú skrifar hann í ljóðum þínum. Er hún að verða okkur að falli? Hún verður það ævinlega, sko. Menn, sko, sjáðu til. Maður sem fer yfir það sem ég einhvers staðar í bókum mínum kalla landamæri hins ríka manns. Það gerist þannig að ágætis maður sem að hefur unnið sig úr fátækt og orðin bjargálna og verður allt í einu fer yfir ákveðin landamæri. Þessi landamæri eru misjöfn eftir einstaklingnum en ef þú ferð yfir landamærin, til dæmis kemst yfir fyrstu 100 milljónirnar, þá eru flestir sko komnir yfir landamæri hins ríka manns og þá gerist mjög undarlegur hlutur sem enginn átti von á. Eftir að ríkur maður er orðinn ríkur og búinn að stíga yfir landamæri hins ríka manns, þá á hann aldrei neitt. Peningarnir eiga hann eftir það. Hann hefur ekkert vald á sínum málum. Peningarnir ráða honum og það vald sem peningarnir gefa ráða honum. Honum er stjórnað af peningum og valdi sínum eigin peningum, sín eigin valdi og berst með þessu. Hann getur aldrei hugsað sér. Ríkur maður geti aldrei hugsað sér og hefur ekkert vald á því, til dæmis að skipta peningum yfir í andlega auðlegð. Hann myndi ævinlega segja, nei takk, Guð, forðum mig frá slíku. Það er alltaf sífelldri breyting. Maður sem að verður ríkur getur ekki orðið ríkur nema stundarsakir sem betur fer fyrir hann sjálfan. Fyrir það síðan verður hann að fara út og þá tekur bara við alveg ný verkefni. Sumir breyta tapinu í ávinning, þar segja þeim tekst raunverulega að skipta peningum eða veraldlegum eignum fyrir andleg verðmæti sem að Kristur sagði okkur að vættum að safna en ekki einum. Þessi andlegu verðmæti er það sem allir fátæklingar geta orðið sér út. Þau kosti ekki rauða neyri. En þau eru varanleg. Þau eru varanleg og þau eru raunverulega verðmæti sem fylgja þér. Bæði í lífi, dauða og endurfæðingu. Þau fylgja þér alltaf. Og ég sé það alveg í hendi mér og það er augljóst öllum mönnum að breytingarna núna í framtíðinu verða mjög örar. Hvernig sér þið fyrir þér? Mjög örar breytingar. Og menn hafa bara valla tíma til sko að fara í fílu vegna hvað verður mikið að gera. Sko ég þekki innrásina þegar að við gerðum innrás í Reykjavík 1928, ég og móður mín. Og sveitamennir, þeir komið til Reykjavík. Og sveitamennir með okkur. Og 1940 vorum við garsamlega búin að reykja undir okkur Reykjavík og það tók bara 20 ár. En segðu mér annað, sko, það eru óbærslega margir í dag mjög reiðir og þeir eru hræddir og þetta er svona verið með einhvern veginn í þessum hvirfilbyl. Ég hef fylgstu samúð með því fólki, ég hef mikla samúð með því fólki og ég get nú ekki verið reiður því að ég hef einhvern tapað. En hvernig myndirðu ráðleggja þessu fólki einhvern veginn að takast á í hlutina? Ég hef ekkert ráðhandað í annað heldur en að bara hlusta á sína innri rödd. Það hefur sjálfan auða leiðsögumanni og það ætti að leita til hann. En það sem er ævinlega farsældin í þessu lífi, að það er velvild. Það er ekki hatur og hefnd, það er fyrirgefning og samhjálp. Og Gunnar rifjar upp árin í kringum 1930, þegar allir voru fátækir sem Gunnar þekkti. Þar var vinátta mjög mikil og þar lásu allir mjög góðar bækur.
Leið og menn fá peninga hætta menn að lesa góðar bækur og þar að lendi hverfur öll menning. Við getum fengið menningu í staðinn fyrir peningana. En í raun og veru eigum við fyrst og fremst að hafa samúð með þeim sem að eiga erfitt og rétta og hjálpa þeim, ekki bara hafa samúð með. Heldur sýna þau bara í verki og standa saman, bara mynda eins konar stóran hóp. Sýna. En þetta þessi litli ljóðabútur sem er inni lokar hringnum hjá þér í þessu stóra safni. Já. Myndirðu vilja lesa hann fyrir mig? Eitthvað... Bara þennan hérna... Þess allra síðustu. Já, þetta akkurat kjarnin í því sem þú ert að segja. Já, þetta var það sem ég var eiginlega að segja, er það ekki? Já. Ég nú gleraugnalaust, en byrju nú við. Kjarni velferðar. Samúð sýnd í verki kjarni góðs manns. Samúð sýnd í verki kjarni góðs manns. Og í lokin biður Gunnar að lesa eitt ljóð sem lýsandi fyrir samtíma okkar, en hann kýs frekar að fara með eitt framtíðina. Það heitir Langferð. Þú leggur í langar ferðir, litla barnið mitt. Hinum megin við hornið húsið þitt og himinin frjáls og fagur. Þér fagnandi mætir nú í vatninu, vaðið við saman, vorið og þú. Barnið mitt í bæinn verður ljós og við skulum hjálpa vorinu að verða til. Gunnar, að því var að biðja að lesa upp eitthvað svona ljóð sem ætti heima svona, sem myndi lýsa samtímanum. Þetta þetta framtíðin, ef við getum kannski... Þetta vorið, græna vor sem býður okkar. Já. Þannig að framtíðin björt sem býður okkar. Við erum að tengjast innu góða. Sjáðu til, þú sér það bara í þínu lífi. Að eiga barn rosalega sterkt band. Það ekki að vera laus undan böndum. Það eru sterkt bönd. Beint frá miðjunni, hinnu góða. Þannig lífið. En svo þú segir allt breytingum þessi tenging bara veruleikinn, hann veruleikinn. Tengist henni góða. Þannig að þó að kannski fólk erfitt með að sjá að þessi bjart framundan, að þá Já, vonin þessi staðreynd að það breytist allt og allt á stöðugri breytingu. Ekkert, einhver erfiðleikar leysast ekki fyrir það síðar, Já. Og við höfum bara að hafa það að halda á dalnum, Já, akkurat.